ykkur að kynna ykkur? Já. Ég heiti Hjálmar Helgi. Ég heiti Axel. Ég heiti Haukur. Ég heiti Emilía. Maður segja hann á. Ja. Ok, spurningar fyrir drenginur okkar. Var eitthvað inspiration fyrir myndina? Ja, það var náttúrulega bara The Boys þættirnir. Já, þetta. Hversu langan tíma tók þetta? Það tók 1 kvöld, svona 3 tíma. Já. Og hvað svona lét ykkur svona koma ykkur að verkinu eiginlega? Við vorum búin að vera að plana þetta síðan senasta sumar. Sem var bara núna rétt fyrir jól, þá bara ákvaða að gera þetta. Takk fyrir þetta. Næsta mál. Spurning fyrir leitin að töskunni. Hvaða sena tók lengstan tíma? Útisenan, þegar við vorum að taka hjá Fjölni. Hvernig fékkstu hugmyndina fyrir myndina? Það var náttúrulega, ég var náttúrulega bara inn í stofu og ég var alltaf að hugsa hvar, þú veist, fólk fer til að finna töskunni sinnar. Það kom ekki alltaf með hana inn í kennslustofu og þá fekk ég bara fleiri og fleiri hugmyndir þegar kom allt. Hvaða áfangi átti þetta að vera í byrjun myndarinnar? Ha? Hvaða áfangi átti þetta að vera í byrjun myndarinnar? Áfangi? Já. Í hvaða tíma var þetta? Ok. Var þetta eitthvað stjórn? Ok. Stóð eitthvað á töflunum, það var stjórn. 03. Eitthvað tesa og eitthvað? Já. Djúpar pælingar. Takk fyrir þetta. Spurningar fyrir yfirheyrsluna. Já. Hver var hugmyndin á bak við myndina? Hvernig kom hugmyndin til hugs? Við sátum í leiklistatíma í FSU og vorum að pæla sko, við ætlum að gera stuttmynd sem lokaverkefni og það kom bara þessi hugmynd að gera, okkur fannst svo töff í þessum myndum fyrir að ná að gera sko alla myndina í sama herberginu, þetta er kannski viðtali eða yfirheyrsla eða eitthvað svona og við hugsaðum bara já, við ætlum að gera eitthvað tengt yfirheyrslu, þú veist, aðalsagan gerist inn í yfirheyrsluherberginu og svo var það í rauninni bara aðal hugmyndin og svo unnum við okkur. Þú veist, við vorum komið að endinu, við vissum hvernig við vildum þetta enda, en svo einhvern veginn byrjum við að skrifa og þá föttum við, já, þetta þarf að leiða einhvern veginn að endinum og unnum okkur svona aftur á bak, eiginlega. Hvað fannst ykkur svona erfiðast? Það er erfitt að segja, það er svo langt síðan, eða svona, hvað, 2 ár síðan við gerum myndina? 1,5, já. Ég man ekki alveg. Ætli sé ekki bara að halda samhenginu í stærri myndinni, þetta var fyrsta sinn sem við gerðum svona stuttmynd í svona, já, frá byrjun til enda þannig við þurftum að halda ákveðnu samhengi þannig að sagan var frá, já, A til Ö. Það make eitthvað sens. Já. Get ég fengið einhverja spurningar frá áhorfendum? Já? Hvað var erfiðasta senan að taka upp í yfirheyrslunni? Er þetta senan? Það var örugglega bara þegar við vorum að klára yfirheyrsluna sjálfa sko, þannig að berja mig og Adam út í blóðið og svona. Þá, já, við vorum að taka það alveg upp fram eftir 3 nótt eða eitthvað, var allir komin í svefnkalsa og þreyttir og, já, það var smá strempið, en gaman. Eru fleiri spurningar? Já. Er einhver saga með lagið Endan í yfirheyrslunni? Hvernig það kom? Hvað þarf við? Býtu, hvernig var þetta? Við sátum í bíl, já, við vorum á rúndinum að hlusta bara einhver lög með Sigga, hann uppi, sem leikur Magnús Löghlíðon. Og já, við vorum bara að spila einhver lög og vorum að hugsa myndinni, já, þetta er geggjum mynd. Og svo kom bara einhver lög í playlist, þetta var bara eitthvað random. Svo kom þetta lag og við vorum bara, herriðu, djöfull er þetta fullkomið lag í endan á myndinni. Og völdum það bara í endin. Eitthvað
Einhverju fleiri? Já. Með skólatöskuna. Hvað var pælingin með sígarettur? Sko, við ætlum að hafa bara svona venjulega litla sígarettu en alltaf við fundum það ekki, þannig að við fórum bara í partybúðina. Svo sá ég allt í einu þessa og mér fannst bara rosa fyndin. Þannig að við ákváðum að taka hana. Komið. Er það ekki? Einhverjar fleiri spurningar? Já? Þetta er eitthvað spurning yfirheyrsluna. Já. Hvaðan kom hugmynd með að spila Fortnite? Já, ég manna ekki. Hvað mannst þú það? Ég og Siggi voru nefnilega skrifandi handriti 2 nætur í röð til 3 nótt og okkur langaði að hafa svona rosalega mikið kontrast milli Magnúsar sem er svona alveg svona bad cop típan og hafa eitthvað svona, já svona barnalega náunga og við hugsaðum bara hvað er svona barnalega, já Fortnite, já, þannig við ákveðum bara að nota Fortnite og byggja karakterinn í kringum þann persónuleika. Einhverjar, já? Þau leituðu að töskunni. Hvernig fannst þið hugmyndina að fara á milli stofur að leita að töskunni svona? Já, það náttúrulega bara kom þegar ég var að taka upp í skólanum. Ég bara sá hennan gang og bara kom allt í einu bara klikk og fann ég bara hugmyndina. Já. Þetta var alveg í yfirheyrsluna. Já. Af hverju sendi hann samstarfskonuna sína fram til að taka kaffi? Vissi hann ætlaði að lemja henni í flösku þarna, gaurinn? Já, sko ég var einmitt að horfa á þetta núna aftur, bara núna, fyrst í langa tíma og ég var einmitt að hugsa þetta sko. Þetta er svona, já, ég man ekki hvort að pælingin var, þetta, við erum náttúrulega bara búið til rými svo að þeir geti svona konfronta hvorn annan. Í rauninni var það bara sú pælingin, við hugsaðum ekki beint dýpra út í það sko. En ég meina, það má kannski túlka þetta sem bara, þú veist, að Magnús var að fatta að það að klínus á manna var ekki nógu góð, sko, sönnun. Þannig að hann einhvern veginn vildi bara svona létta af sig pressunni, þannig að hann geti kannski sannfært, hann geti einhvern veginn stjórna samræðunum á móti manna sjálfur bara. Eitthvað svoleiðis, við veit ekki alveg, já. Hann var túlkið þetta hvernig sem maður veit í rauninni. Þú ekki bara að geða hann gott klapp? Jú.